Sögulegar vísbendingar flutning hænsna til landsins en líklegt þykir að þessi upprunalegi stofn hafi verið nærri útdauður seint á 18. öld. Íslenskar hænur og hanar hafa auk mikils litaskrúðs verulega fjölbreytni í stærð og gerð kambs og sum þeirra hafa fjaðraskúf á haus. Þótt hænurnar verpi færri eggjum á ári en innfluttir stofnar, þá eru þær íslensku þekktar fyrir hreysti, langlífi og ágæta móðureiginleika. Stórframleiðendur í hænsnarækt komu til sögunar og upp úr 1930 en á 7. áratugnum hófst ræktun holdakjúklinga í fyrsta sinn að einhverju marki og kjötið varð brátt eftirsótt á borðum landsmanna. Í dag greinist alifuglarækt í tvennt, hænsnarækt til eggjaframleiðslu og ræktun holdakjúklinga til kjötframleiðslu. Síðastliðin ár hefur neysla kjúklingakjöts aukist mikið og nú 27 kíló á mann á ári og árlega fara rúmlega 8.600 tonn á markað sem ferskur kjúklingur. Gaman að vera kjúklingabóndi? Já, það mjög gaman. Hvað skemmtilegast við það? Það nú sennilega að taka móti í litlungunum. Hvort koma undan, hænan eða eggið? Það spurning. Ætli eggið hafi ekki komið úr einhverju hænu. Hvernig týpur eru kjúklingabændur? Þeir eru svona, þurfa að vera nákvæmnismenn. Þetta mikið nákvæmnisvinna og má ekki vera kæruleysi. Þannig að þeir eru svona sennilega þokkalega samverksamir ef þau tolla í greininni. En hvernig týpur eru kjúklingar? Þeir eru alls konar. Þeir koma til maður sem að beygja sig niður svona eins og lömbin og kálfarnir. Þannig að þetta svo sem bara lítil greið sem að maður reynir að hugsa vel um. Ef þetta væri keppni milli greina, af hverju myndi kjúklingabóndinn vinna? Það nú alveg ljóst sko. Við erum vanir að slást í fjöldan sko, þannig að við erum klárir í slaginn sko. Í aldaraðir var hesturinn eina farartækið á Íslandi og mikilvægasta vinnudýrið og þess vegna hefur hesturinn verið kallaður þarfasti þjónninn. Í dag íslenska hrossakynið best þekkta íslenska búféð á alþjóðlegum vettvangi vegna útflutnings reiðhrossa áratugaskeið. En þetta forna og fjölhæfa kyn hefur þróast hér í einangrun síðan á landnámstíma á nokkurrar íblöndunar. Í dag 80.000 vetrarfóðru hross í landinu, 10.000 einstaklingar eru skráðir í hestamannafélög en áætlað að hátt í 30.000 manns leggi stund á hestamennsku í landinu. Jafnframt 130.000 íslensk hross erlendis. Hrossarækt á auknum vinsældum að fagna hér á landi þar sem finnast mörg stór og metnaðarfull hrossabú auk þess sem fjöldi einstaklingar ræktar hross sér til ánægju. Ég heiti Eyrún Ýr Pálsdóttir og ég stundar hrossarækt. Gaman að vera hestabóndi? Já, það náttúrulega bara lífsstíll. Skemmtilegast náttúrulega árangri og að þegar fólöldin kasta, sjá það nýjasta. Áttu uppáhaldshest? Já. Hver það? Hún heitir Klara frá Flugumýri. Og hvers vegna hún í uppáhaldi? Hún hefur bara skilað mér mjög mörgum góðum stundum. Góðum ferli, keppnisferli saman. Talarðu við dýrin? Já, eiginlega hallærislega mikið. Íslenski hesturinn betri en aðrir hestar? Já. Hver finnst þér fallegasti hestaliturinn? Jarpur. Af hverju? Rauðjarpur. Það svolítið fyllt mér í gegnum tíðina. Svolítið minn litur. Ef þetta væri keppni á milli greina, af hverju væru hrossabændur bestir? Skemmtilegastir. Íslenski sauðfjárstofninn kom hingað til lands með norrænum landnámsmönnum og því einn elsti hreini fjárstofn sem getur. Í dag 468.000 fjár í landinu. Ársframleiðsla kindakjöts 10.000 tonn. 2.800 tonn af lambakjöti eru flutt út árlega en sjálfir borða Íslendingar 6.600 tonn. Meðal neysla á mann því rúmlega 20 kíló á hverju ári sem með því allra mesta sem þekkist, enda oft talað lambakjöt sem þjóðarétt Íslendinga. En við nýtum fleira en kjötið af kindunum, en íslenska sauðféð þekkt fyrir ullargæði sín og þessi ull hefur haldið hita á Íslendingum frá upphafi. Gaman að vera sauðfjárbóndi? Já, það bara virkilega fínt. Það sem gerir skemmtilegt í sauðféðinu, það að bæði kindurnar eru skemmtilegar og fólki sem þar gengur. Og hvernig týpur eru sauðfjárbændur? Þeir eru ansi fjölbreytt flóra en heilt yfir höfum við fallegustu konurnar, fallegustu mennina, fallegustu börnin og við erum langsterkastir, skemmtilegastir
Íslensku kindurnar, þær eru náttúrulega svona í takt við eigendur sínar, hafa náttúrulega yfirbyrði yfir öll önnur sauðfjárkyn. Íslenska þjóðin, hún væri ekki til nema fyrir sauðkindina. Ef þetta væri keppni milli búgreina, af hverju myndu sauðfjárbændur vinna? Það liggur bara alveg augum uppi, það þarf eiginlega ekkert að ræða það. Fyrir að, eins og ég sagði áðan, þá erum við fallegustu konurnar, við erum myndarlegustu bændurnir, eða karlmennirnir, fallegustu börnin, við erum sterkastir og við erum langflestir. Og síðan höfum við náttúrulega yfirburða þekkingu á svo mörgu sviði og erum búin að þróa okkur í það að reyna að komast af í sáttu land og þjóð og það hefur bara engri annarri búgrein tekist betur heldur en okkur. Starfsvið garðyrkjubænda er vítt og í raun má segja að garðyrkja séu nokkrar mismunandi starfsgreinar. Má þar nefna garðplöntuframleiðslu, blómarækt og grænmetisrækt. Á undanförnum árum hefur garðyrkjustöðvum fækkað en þær hafa stækkað og í flestum tilfellum hátæknivædda framleiðslu að ræða. Framleiðsla grænmetis í kílóum á ársgrundvelli mjög misjöfn eftir tegundum en til að mynda voru árið 2015 framleiddum 1826 tonn af gúrkum, 1347 tonn af tómötum og 550 tonn af gulrótum. Það kemur eflaust mörgum á óvart en íslenskt umhverfi einstaklega vel fallið til ræktunar, hvort sem innandyra eða utan. Engin mengandi efni eru notuð til framleiðslunar, hreinn jarðhiti notaður til upphitunar gróðurhúsa og garðlanda, raforkan til lýsingar fengin úr orku fallvatnanna, koltvísýringur sem notaður til að auka vöxt og gæði fengin úr hreinni jarðgufu og svo eru lífrænar varnir notaðar í öllum garðyrkjustöðvum við ræktun innandyra. Þetta telst einstakt. Gaman að vera garðyrkjubóndi? Já, mjög svo. Hvers vegna? Það sé ekki bara fjölbreytileikinn sem felst í starfinu. Það haldur örugglega margir að það séu bara gamlar konur með grænar garðkunnur í garðyrkju. En hvernig þetta hjá ykkur? Ég fer alveg að vera gömul kona með grænar garðkunnur. Þetta ekki bara eins og þú segir, ferð út og svona túli, þú veist, að vöku á þetta og þetta blóm, En það þetta bara eins og að vera kúabóndi, mjólka tvisvar á dag. Kanntu garðyrkjubrandara? Já, kunni ekki allir tómatana sem voru að labba yfir götu og annar var fyrir bíl og kallaði henni, komdu þarna tómatsósaðinn. Þessi er klassísku. Hvernig týpur eru paprikur? Þetta dásamlegt. Það eru sætar týpur. Ef þetta væri keppni, af hverju myndu garðyrkjubændur sigra? Þeir eru svo jarðbundnir. Jarðbundnir en aðrir bændur? Já. Saga dúntekju nátengd sögu þjóðarinnar en æðarfuglinn hefur lifað með Íslendingum síðan land byggðist á ofanverðri 9. öld. Æðarbændur eru þeir bændur sem veita villtum fuglinum vernd fyrir rándýrum. Þeir búa í haginn fyrir komu fuglsins með því að hreinsa og girða af varpsvæðið og fylgjast svo mjög vel með varpinu. Þegar álega hefst losnar dúnninn af bringu æðakollunar. Hún hylur eggin sín með dúninum til einangrunar og verndar en þegar hann hefur gegnt tilgangi sínum tínir æðabóndinn dúninn og verkar hann svo og hreinsar eftir aldagömlum hefðum. Árlega falla til 3000 kíló af hreinsuðum íslenskum æðardúni en hvert kíló samanstendur af dúni úr 60 til 80 hreiðrum. Nær allur æðadúnninn fluttur út á erlenda markaði. Gaman að vera æðabóndi? Já, það mjög gaman. Hvers vegna? Það svo gaman að fá að hlúa að náttúrunni, vera úti í góðu veðri og bara vinna við dúninn og sinna fuglinum. Æðafuglar eru alls konar týpur. Það eru svona hóverartýpur, frekartýpur, bara alls konar týpur eins og eru alls staðar. En bændurnir? Já, ég hugsa að þeir séu frekar svona þrjóskar og rólegar týpur, flestir. Kanntu vísu æðabændur eða æðavarp? Já, afi minn orti vísu Sigga frænda sem var svona aðal varpvörðurinn, mátti segja í mörg ár. Og hún svona, oftast sést hann einn á labbi æðarvarp með lítið hár. Þessi kæri kollu pabbi kominn á efri ár. Ef þetta væri keppni milli greina, hvers vegna myndu æðabændur vinna? Ég held að æðarbændur myndu vinna á úthaldi og þolgæði, þolinmæði.
Upphaf loðdýraræktar á Íslandi má rekja til þess að menn tóku með sér heim yrlinga sem náðust á grenjum, ólu þá fram til hausts og slátruðu þeim svo. 1930 var gerð tilraun til ræktunar en krepputímar komu í veg fyrir að greinin héldi velli. Margar tilraunir voru gerðar á næstu áratugum en það var ekki fyrr en 1980 þegar ákveðið var að skipta minkastofni í landinu og flytja inn heilbrigð dýr frá Danmörku að grunnurinn að nýjum kafla í sögu minkaræktar í landinu var lagður. Refaræktin lagðist aftur alveg af á Íslandi á árunum 2006-2009. Íslenskir minkabændur selja skinn sín hjá danska uppboðshúsinu Copenhagen Fur en síðustu ár hafa íslensk skinn sem þurrkuð eru hér heima skilað öðru til 3. hæsta verði í heiminum. Ég heiti Einar Einarsson og er loðdýrabóndi. Er gaman að vera loðdýrabóndi? Já, það er mjög gaman. Loðdýrarækt og minkarækt eru mjög spennandi búgreinar. Maður fær mjög hratt svörum við því sem maður er að gera og ef þú sinnir dýrunum vel og stundar ræktunarstarfa þá færðu fljótt árangur. Eru loðdýr skemmtileg dýr? Já, mjög skemmtileg. Það er mikið líf að vinna í kringum minkinn. Mjög eftirminnilegt einu sinni þegar ég var búinn að vera út í húsum fyrir hádegi að gefa og sinna dýrunum. Svo þegar við komum eftir hádegi þá hafði ein röðin oltið á hliðina. 100 metra löng röð og það voru dýr allt hús. Ef þetta væri keppni, af hverju væru loðdýrabændur betri en aðrir bændur? Þeir myndu örugglega sigri í þrjóskukeppninni og það hafa náttúrulega komið í loðdýraræktinni erfið tímabil þegar verðin eru kannski léleg á markaðnum lengi þá þarf þrjósku og seglu til þess að hafa sig í gegnum það og ég held að loðdýrabændur þeir fara langt á þrjóskunni og seglunni. Farið var að flytja inn erlend hænsnakyn á 19. og 20. öld, aðalega frá öðrum Norðurlöndum. Allt fram á 20. öld kunnu Íslendingar þó ekki mikið fyrir sér í fuglarækt, fuglar fáir og afurðir litlar. Hænsnum fjölgaði frá aldamótum til 1930 úr liðlega 5.000 í rúmlega 44.000. Eggjabændum fækkaði hins vegar mikið samhliða því. Í dag eru í landinu 13 varphænsnabú með samtals rúmlega 220.000 hænur. Ég heiti Þórður Halldórsson og ég er eggjabóndi. Er gaman að vera eggjabóndi? Já, það er mjög skemmtilegur. Hvers vegna? Bara fjölbreytt. Það er bara svo mörg dýr. Hvað gerir á daginn? Tíni egg. Er það helsta verkefni? Já, flokka og klappa hænunum aðeins líka. Hvernig týpur eru hænur? Það eru forvitnar. En eggjabændur? Skrýðir. Hvort kemur á undan, hænan eða eggið? Hjá okkur er alltaf hænan. Eggi kemur svo eftir þegar hún er búin að fá að borða það og slappa af. Hvað er það besta sem er hægt að gera úr þinni afurð, eggjum? Það er endalaust. Það er linsoðin, harðsoðin, spæld, hrærir, marens, allar kökur. Þetta er allt gott. Ef þetta væri keppni á milli greina, af hverju myndu eggjabændur vinna? Hugsanlega af því að við erum svo fámennir. Við erum fámennir en góðmennir. Eins og þið heyrðuð er hver bóndi stoltur af sinni grein og afurð, en samkvæmt þeim eiga flestir bændur það sameiginlegt að vera þrjóskir, þolinmóðir og skemmtilegir. Það er erfitt að gera upp á milli greina og finna einn flokk bænda sem stendur upp úr. Ætli landbúnaður virki þá ekki bara best sem heild, þar sem ólíkir einstaklingar og búgreinar vinna saman. Á hraðstefnumótið komu fulltrúar frá þeim greinum sem heyra undir Bændasamtök Íslands, en þar fyrir utan eru líka margar fleiri greinar sem ekki eiga beina aðild að samtökunum en eru engu að síður mikilvægur hluti af landbúnaðarflórunni. Í næsta þætti ætlum við að kynna okkur nokkrar þeirra.